Benedikt Guðmundsson, Benni, örlítið að leikjum stelpnanna helgina, það sem á móti Njarðvík. Það voru 2 leikir í síðustu helgi. Fyrst var hörkuleikur á móti Breiðablik sem tapaðist og síðan sigurleikur á móti Fjölni. Hvað getur sagt okkur leikina síðustu helgi? Tapja á móti Breiðablik var frekar sárt. Já, það var vont og við byrjuðum hræðilega og enduðum hræðilega. Þess á milli vorum við fín en byrjunin og endunin á leiknum það var eitthvað sem við vorum ekki að leggja upp með en það fór bara eins og það fór en sem betur við fengum að kynnast sigurtilfinninguna á sunnudeginum. Maður hafði á tilfinningunni í Blikaleiknum þegar vorum loksins búin að jafna og komast yfir að nú væri þetta að koma. Já, það leit þannig út en svona þetta hefur verið svona smá vesinn hjá okkur í vetur að loka leikjum og svona vera með reynsluna og svo framvegis svona í lokleikja til þess að svona sigla þessi höfn, róa þegar róa og taka skynsamlegar ákvarðanir en þetta bara ákveðið ferli hjá okkur. Ef ég man rétt þá var einhverja síðustu 10-12 mínútur sem við skorum bara ekki nema 4 eða 6 stig eða eitthvað sem náttúrulega bara ekki gott. Nei, það fór bara allt í frost og þetta ekki í fyrsta skipti því miður. En Benni, næstu leikir það sem sé á laugardaginn klukkan, ég man ekki hvenær leikurinn á laugardaginn, það sem sé... Já, minna þessi 3 og 12. Já. 3 á laugardeginum á móti Njarðvík og svo aftur klukkan 12 á sunnudeginum. Það verða hörkuleikir. Já, ég held að Njarðvík eftir að fengu Amerikanan, ég held að sé ekki búin að tapa leik held ég síðan hún kom og búin að vinna sína leikin nokkuð örugglega og Carmen Tyson svo bandaríska búin að vera alveg frábær fyrir það og þannig að þetta allt annað liðin. Við höfum ekkert mættum í vetur þannig að við þekkjum lítið til þeirra. Við höfum 5 leiki eftir og það 4 á móti Njarðvík þannig að þetta verður sérstakt spila við sama liðið aftur og aftur núna en við munum þekkja vel eftir 4. leikin, ég nokkuð viss það. En Benni, þó að það sé með erlenda leikmann, það nú líka Skallagrímur sem að stelpurnar stóðu upp í hárinu á þeim og það með 2 erlenda ef ég maður rétt og þannig að það eitt og sér kannski hefur ákveð forskot en ekki búið að vinna leikin fyrirfram. Alls ekki og svona ég held í þessum 4 leikjum á móti Sköllunum þá hefðu við getað unnið 3, það var 1 leikur sem að þær voru betri og svo voru þetta svona 50-50 leikir hinnir og sem að fjallu ekki með okkur þannig að við berum enga virðingu eitthvað meira fyrir liðunum þó að séum með góða Amerikana, við bara látum vaða og sjáum hvað það skilur okkur. Mæta bara með höfuðið hátt og trúa verkefninu? Já, ég meina bara mæta fulla sjálfstraust og hafa trú á eigin getu, þá getur allt gerst en við þurfum að eiga toppleiki á móti Njarðvík, það nokkuð ljóst. Sem að reyndar kannski ekkert öðru sig þar heldur bara með öll önnur lið í deildinni að undan skildu kannski með fullri virðingu fyrir Fjölni en í þessari deild þá hafa stelpurnar ekki geta leyft sér það að mæta með einhverju með hangandi hendi heldur þetta að gera þetta af alvöru. Já og líka bara eins og deildinni hefur verið vetur og missir einbeitingu í einhverja mínútur þú veist þá ertu kannski bara að missa leikinn frá þér og fyrsta deild kvenna náttúrulega alveg eins og fyrsta deild karla töluvert sterkari í vetur heldur en í fyrra til dæmis þannig að það allir leikir hörkuleikir. Það stefnt á sigur og ekkert annað? Já, til þess erum við í þessu. Þetta er meistaraflokkur og það snýst þetta að vinna. Og maður sé svo sem bara frá, þetta gríðarleg breyting á þessu liði frá því fyrra þannig að þetta full ástæða til að fólk að halda áfram að koma og reyna að hvetja og styðja við stelpurnar. Já, ég var alveg til að sjá fleiri á þessu kvennaleikjum. Þetta eru sömu örfáar hræðurnar sem eru að mæta og stundum þegar leikinn að byrja bara 5-6 manns og svona hann að vonandi kemur fólk núna í lokin og styður við þar. Og enga síður verðum að segja eins og að þessi leiki sem stelpurnar verða að spila, þetta eru margir hverjir þó sem að tapa sömu þessum leikum, þá þetta mjög skemmtilegi leikir. Já, þetta eru hörku leikir og spennandi leikir, þannig að
það er búið að vera fleiri svona jafnir og skemmtilegi leikir hjá þeim heldur en hjá strákunum til dæmis, sko. Sem ætti bara að gefa full ástæðu til að koma og mæta. Já, og sjáum hvort að stuðningurinn hjálpa okkur ekki að loka síðan leikjunum. Hvort að það sé ekki bara það sem vantar. Það er glæsilegt. Ég vona þið besta, vonum að fólk fjölmenni á leikina laugardaginn klukkan 3 og klukkan 12 á sunnudaginn. Já, líst vel á það. Gangi ykkur vel. Takk fyrir það.